What do you expect from the Lord today? Hverju ertu að vænta frá Guði í dag? What in your heart is pulling on the Lord today? Hvað svona í hjartaðinu að vilja draga frá Guði í dag? Hvað það? We come to the house of the Lord for a reason. Við komum saman í Guðs húsi af ástæðu. We come because we want to draw more from His presence. Við komum vegna þess að við viljum svona nærast meira á hans nærveru. We want to grow in Him and grow in knowing the Word. Við viljum vaksa í honum og svona ná meiri þekkingu í orðinu. We want to grow in knowing the character of God. Við viljum læra að vaksa og þekkja karakter Guðs, hver Guð You know that each and every one of us actually displays the character of God, or we can do that. Það á í rauninni að vera þannig að hvert og eitt okkar á að geta, það eitthvað í okkur sem að sýnir karakter Guðs þegar við nálgumst hann. The Word says that we reflect Him. Amen. Isn't that amazing? Yes. Það ekki frábært? That the people out there can see the reflective image of God through all of us. Að fólk í kringum okkur geti séð svona endurspeglun á því hvað Guð í gegnum okkur. Amen. Amen. I'm not going to go into all of the announcements. Yet. Yet. Við ætlum ekki að fara í auglýsingarnar strax. But I'm going to talk about the laying foundations class. En mér langar að tala námskeið sem byrja núna næsta föstudag. Það sem grunnurinn lagður. For us, this is a very important time in our ministry. Fyrir okkur þá þetta svolítið mikilvæg tímamót í okkar þjónustu, starfi. Because we want to build strong disciples. Vegna þess að okkur langar að sjá fólk verða sterkir lærisveinar. I want to encourage each and every one of you to go to this class. Og mér langar að hvetja ykkur til þess að koma á þetta námskeið. Even though you've been walking with the Lord for 40 years. Jafnvel þó svo þið hafi verið að ganga með Guði í 40 ár. We are always hoping for God to do something new. Oh yes. Við erum alltaf að búast við því að Guð gerir eitthvað nýtt. And the thing is also, we know that this ministry is going to grow and grow and then grow some more. Við vitum að þetta starf bara að fara að vaksa meira og meira. And the thing is, that means that you that are sitting in this room, you are going to be teaching other people. Það þýðir að þeir sem eru hér inni, hvert og eitt ykkar, munu líka vera að kenna öðrum eftir smá tíma. So the class that we are teaching now, maybe next year you will be teaching it. Svo að það sem við erum að kenna núna, það getur verið að þið munu kenna það næsta ári. Our vision is teaching others to teach others. Okkar, hluti af hugsunin okkar að kenna fólki, að kenna öðrum. Amen. Amen. Everybody activated. Yes. Allir virkaðir. Ekki spennt yfir þessu? Jú! So after the service, we have this sign-up sheet here. You can come and sign on it here. Svo eftir samkomin í dag, þá endilega skráið ykkur hérna blaðið hjá okkur. Ef þið hafi ekki þegar gert það. Was there anything more that we wanted to do before the service? Gerum það bara á eftir, áður en að... Já. Okay. Reyndar. Nei, það betra að gera núna. Þó svo sé ekki allir komin í þetta. Þú sé, I'll translate you. Ok, takk. Já, mér langaði að við erum svolítið fá í dag. We are few today. En þið ykkar sem eru hér. Those of you in the room. Við horfum á það sem okkur sem hóp. We consider all of us as one group. Við erum eins og lítið samfélag. We are like a small community. Og til þess að samfélag virki sem best og allir líði vel. So that this community functions and everybody feels well and good. Þá langskemmtilegast að allir taki þátt á einhvern hátt. And the most
most fun we can get is everybody is participating. Yes. Svo mér langar að það fullt af verkefnum sem við höfum þegar við komum saman. So I want to, and there's actually a lot of things to do Tasks. and tasks to attend to when we come together. Og mér langar svo að biðja ykkur að tala við mig hér eftir á og jafnvel Karinni. I would like to ask you to talk to either me or Karen. Og bjóða fram hjálp ykkar. And if you can help in one way or other to, let us know. Við erum sem sagt, það sem ég að hugsa og það sem við erum búin að vera að ræða að svona What we have been talking about verkefni, öll litli verkefni sem sjáuð ekki fólk gera. Við mætum hérna alveg klukkutíma 1,5 fyrr. all of the small tasks that, behind the scenes that need to be done, but, are kind of invisible. Og við erum örfá hérna sem mætum svona klukkutíma 1,5 fyrr. There are a few of us that come early to, attend to all of those things. Og svo erum við líka að ganga frá allir þegar við förum heim, áður við förum heim. And then we are also attending to the things before we go home. Og svo erum við að kenna og tala hérna upp á sviði. And then we are teaching and ministering here on the stage. Og svo erum við að hella upp á kaffi. And then we are doing the coffee. Og svo erum við að gera hljóðið. And then we are doing the sound. Og svo erum við með löggjöf. And we do the worship. Og svo erum við með barnastarfið. And we have the youth, the children's ministry. Svo þetta miklu skemmtilegra ef við náum að dreifa. So things will be much easier if we can spread the load and get more of us to help. Livestreamið. And we have the live stream. Glærurnar. And the slides. Bókaborðið. And the book table. Það bara rosalega margt. There are so many things. Karen kemur hérna og kveikir á fínu fallegu ljósunum okkar alltaf og gerir salinn rosalega fínan. Karen comes and turns on the lights and makes everything look beautiful in the house. I try. En þið sjáu, það ekki, það svo mikið af svona litlu verkefnum. So you see there are many small tasks that we need to do. Sem við getum hjálpast af. That we can help, help each other with. Sem ég langar að biðja ykkur og sérstaklega ykkur sem eru foreldrar. So we'd like to ask you, and especially those that are parents. Að þá myndum við vilja fá svona aðstoð í barnastarfinu. And we can get some help in the youth ministry. Svo foreldrar skiptist á, kannski eitt skipti, það alltaf 2 að minnstu kosti, 3 í barnastarfinu. So we try to have at least 2 to 3 people in the children ministry, and maybe the parents can switch places a few times. Og eins með þetta, þú veist að ef einhver er tilbúin að koma og hella upp á kaffi. And if somebody wants to come and do the coffee. Eða læra hljóðið eins og Metti að læra hljóðið. Or learn to use the sound and everything like Metti is doing. Og Ernesto búin að bjóða sig fram og Benedikt að læra hljóðið sem við erum þakklátt fyrir. And Ernesto and Benedikt have stepped in and they're going to help us well. Svo að endilega koma að tala við mig og Karin eftir á. So if you could come and talk to me or Karin afterwards. Já, hvernig við getum svona, hjálpast betur að. How we can work things out. Okay. We would be thankful. Yes. But before we go into the worship, I want us to go through a few scriptures. Áður fyrir mig lákina og ætlum að fletta upp nokkur versum. I'm going to read just a few verses slowly in Psalms 27. And I don't want to read this psalm just for the purpose of reading it. Það pínu erfitt fyrir mig að lesa hérna frá símanum mínum. Getur... Eitthvað annar að lesa kannski? Get ég fengið þig, Karen, til að lesa, standa upp bara að lesa? Já, ég bara reyna að finna sálmana. Já. Ég ætla að lesa á ensku. Hann vil lesa önsku. Getur þú lesað íslensku? Hvaða sálmur? Psalmur 27. Já, ég get lesið það. Já. Okay. Ég er þess að fara að lesa þetta úr Passion Translation. Já, ég get kannski bara þýtt það. Já, við fyrir bara rólega.
Yahweh is my revelation light. Jave, eitt af nöfnum Guðs opinberun, Ljós opinberunar. ljós opinberunar And the source of my salvation. og uppspretta frelsunar minnar. I fear no one. Ég óttast engan. Are you catching what is being said here? Það ná því sem að vera að segja? Because of who God is, Vegna þess hver Guð because He is my revelation light, af því hann ljós opinberunar í lífi mínu because I know Him, I fear nobody. og vegna þess að ég þekki hann og það óttast ég engan. I will never turn back and run for you. Ég mun aldrei snúa fara tilbaka og hlaupa frá þér. Yahweh, surround and protect me. Guð umkringdu mig og verndaði mig. When evil ones come to destroy me, they will be the ones who turn back. Þegar að vondir menn koma og reyna að ráðast á mig, þá mun ég ekki hlaupa í burtu. You see how the Lord is giving us the strength to stand against our oppressors. Sjáðu hvernig Guð gefur okkur styrkinn til að standa á móti mótstörmunum okkar. My heart will not fear, even if an army rises to attack. Hjarta mitt mun ekki óttast, jafnvel þó að her manna ráðist gegn mér. I will not be shaken, even if a war is imminent. Ég mun ekki Þó að stríði sé be shaken. Já. Ég mun ekki Hristast. já, það er svolítið kemlegt. Ég mun ekki skelfast eða mér mun ekki bregða við þó svo að Þó að sé komið stríð. þó svo að séu fréttir stríð. Here's the one thing that I crave from Yahweh. Hér þetta eitt þrái ég frá Guði. The one thing I seek above all else. Það eina sem ég sækist eftir ofar öllu öðru. I want to live with Him in every moment in His house. Ég vil lifa hverja stund í húsi Guðs. Beholding the marvelous beauty of Yahweh. Þar sem ég næ svona utanum þessa mögnuðu fegurð Guðs. Filled with awe, delighting in His glory and grace. Full aðdáunar og delighting in His glory and grace. Og þar sem ég svona gleðst í náðans og já. Já, það var að búið. I want to contemplate in His temple. Svona því að þetta. Já, ég vil hugleiða í munnstefni Hans. Já. In a day of trouble, He will treasure me in His shelter. Á degi neyðarinnar mun hann He will treasure me. Þá mun hann treasure. Varðveita mig. Varðveita mig. Under the cover of His tent. Under the cover of His tent. Já, þar sem ég varin undir tjaldans, já. He will lift me up on a high rock. Þá mun hann lyfta mér á háan klett. Out of the reach of all my enemies. Þar sem óvinir mínir geta ekki nálgast mig. Triumphant now, I will bring home my offering of praise. Sigrandi, þá mun ég gera hvað? I'll bring him offerings and praise. Þá mun ég koma með bara lofgjörð og fórnir. Já. Singing and shouting with joy. Það sem ég lofa og syng af gleði. Yes, I will sing praises to Yahweh. Ég mun lofa
Já, ég mun syngja lofsöng til drottins. Hear my cry, show me mercy. Hann heyrir hróp mitt og sýnir mér miskunn And he will send the help that I need. og hann mun senda mér það hjálp sem ég þarf. Amen. Amen. So this is the entrance we are going to walk into now as we're going into the worship today. Með þetta í huga þá staðsetjum við okkur núna bara fram fyrir Guði og förum í látum til hans. He is our revelation light. Hann okkar ljós ofanbörunar. Amen. Amen. With that two children song, and I said, how many children have we in the house today too? Yeah. Og ég gera þetta. Allir standa upp. Amen.
trust Him, we just honor Him, we just praise Him. Oh, especially when we don't feel like circumstances are in our will. We just trust Him and we praise Him. Pardon for sin and the heathen, the
So Dagný and Karen, they're gonna, þær ætla að fara tvær, já. Is going to come up here in a moment. Anna ætlar að koma og tala til okkur í dag. I was reading in Luke 16. Ég var að lesa í Lúkasar guðspjalli í 16. kafla. Where it talks about the sons of this world being smarter than the sons of God and big business. Þar sem hann að tala að fólk í heiminum sé kærna heldur en fólk, guðsfólk í viðskiptum. I was hearing a man sharing a story. Ég var að hlusta á mann að deila sögu. And this man was sharing a story about a man that had a very beautiful house. Og maðurinn var að deila því að deila annan mann sem átti mjög fallegt hús. There was another businessman that really wanted to buy his house. Og svo annar maður, svona viðskiptamaður sem vildi kaupa húsið hans, fallega húsið hans. This guy was very rich. Hann var mjög ríkur. And he just said, just name the price and I will buy your house. Hann nefndi bara verðið og ég ætla að kaupa húsið þitt. And for many years he persisted, and pushed to be able to buy the house. Og í mörg ár þá þrýst hann á það að fá að kaupa húsið. But the owner of the house was just really happy in his house and he just wanted to live in his house. En eigandi húsins var bara mjög ánægður í húsinu sínu og vildi bara búa þar. But the rich man knew that the guy, would do good to get some money. En ríki maðurinn vissi að eigandi húsins þarfnaðist peninga. So he made a plan. Svo hann gerði áætlun. He said, how about if I just have one nail in your house? Hvað ef ég fæ bara einn nagla í húsinu þínu? Can I buy just one nail in your house? Og ég kaupa bara einn nagla í húsinu þínu. And he offered some ridiculous price, the price of half the house or something for just having one nail in the house. Og hann bauð fram alveg fáránlega háa upphæð fyrir bara þennan eina nagla. And some time went by. Og svo leið svolítið tími. But then the rich man came and he came with a full bag of meat. Svo kom ríki maðurinn með fulla körfu af kjöti. And he put it on the nail. Og hann setti það á naglan. And after a few months, and weeks, the meat started to rot. Og eftir nokkra mánuði og vikur þá byrjaði kjötið að rotna. And then the owner of the house, this was his nail, this was the deal. Og þetta var hans nagli og hann gæti gert það sem hann vildi. So he hung that there and this started to rot and he had to get out of his house because it smelled so bad. Og af því að hinn hafði hengt þetta þarna og það byrjaði að rotna þá þurfti eigandi húsins að komast út úr húsinu vegna þess að það var bara svona lykt. See what we can get into just allowing the enemy just to have one nail in our house. Sjáum þið í hvaða vanda við getum komist ef við leyfum óvinnum bara að fá einn nagla í líf okkar. This is just a gentle reminder for us. Þetta bara svona lítil viðvörun fyrir okkur. Not to give the enemy any hook in our lives. Að gefa óvinnum ekkert færi á okkur í líf okkar. Amen. Amen. But I'm excited. Anna's gonna come and continue her story about the eagle. Já, Anna ætlar að koma og við hlökkum til að heyra seinni partinn af því sem hún talaði hérna áður varðandi örninn. I'm gonna try to do some interpretation. Og Bjarki ætlar að tolka hana. Okay, exactly that. Bjarki, I thought that's how they made handikjöt. Oh yeah. That smells good, not bad. You need another glass, right? Or is this yours? No, it's okay. Thank you, Herdis, for singing one of my favorite songs, Great is Thy Faithfulness. Takk fyrir að syngja þetta mínu uppáhaldslögum.
We sang that at our wedding many years ago. Sjöngum þetta lag í brúðkaupinu okkar fyrir nokkrum árum síðan. And truly we've experienced the faithfulness of God. Við höfum svo sannarlega fengið að upplifa trúfesti Guðs. So where I'm coming from, it's Mother's Day today. Yes. Það sem að ég kem frá, þá mæðradagurinn í dag. So happy Mother's Day to all the mothers in the house. Gleðilega mæðradag. Amen. You are amazing, you are strong, Þeir eru frábærar, þeir eru sterkar. and I salute you today. Amen. Amen. Okay. I'm so happy to have Karen's beautiful painting book today. Ég er svo glöður því að vera með fallega málverkið af Karenar hérna með mér í dag. So today I'm going to be talking about the beautiful, majestic eagle. Þannig að í dag þá ætlum ég að tala þennan stórkostlega fullörninn. And Proverbs 13 verse 19 says, I will never understand the way of an eagle in the sky. Proverbs 13 verse 19. Orðskviður 13. A 13. 30. I thought you said 13. Yeah. 30. Stop sending me notifications, please. Viltu fá fyrrlíu? Já, ég mun aldrei skilja vegi arðarins í himninum. Nei, þetta Þetta er íslensku. Yeah. Where, Just the beginning. Yeah. So Solomon, the wisest man who ever lived, Salomon, snöggtasti maður sem nokkuð tímann hefur lifað. looked at this eagle and he said, I will never understand his ways. There's something about this bird that I cannot understand. Hann horfði á örninn og sagði það eitthvað þennan fugl sem ég mun aldrei geta skilið. Why? Hvers vegna? Because the eagle is not just a normal bird. Þannig að örninn ekki bara venjulegur fugl. They are majestic and powerful. Þeir eru konunglegir og völdugir. They are diverse and they are agile. They can go in any direction. Og þeir eru mjög svona getur verið byggt snöggt í allar áttir. And they're nearly a meter long. Og þeir eru það metri á breidd. And they are one of the largest flying birds. Og þeir eru með stærstu fljúgandi fuglum sem við höfum. It takes the wingspan of 2.5 kilometers. Meters. Kilometers. Meters. To get this majestic bird in the air. Þannig að tekur 2,5 metra vængkafið á þessum fuglum til þess að taka sig á loft. The eagle is a creature for the heights. Örninn vera fyrir háar hæðir. It's built for altitude. Bæði byggt fyrir háar hæðir. It's designed for dominance and victory. Hannaður til þess að ríkja og sigra. And today God is calling us, His people, to live the same way as the eagle. Og í dag Guð að kalla okkur til að lifa á sama hátt og örninn. Not low, not average, Ekki lágt og ekki út úr, not ground level, ekki á jörðinni. but high altitude living. Heldur að lifa í hæstu hæðum. That's the life that God intended for you and for me. Það þetta lífið sem að Guð hefur skipulagt fyrir þig og mig. Eagles, they live in high places, and eagles don't hang out with pigeons. Ernir, þeir lifa á háum hæðum og ganga ekki á göttunni með dúum. High places are not optional for eagles. They are essential. Í himinhæðunum ekki val, þetta mikilvægt að lifa þar. They build their nest on high rocks and mountains. Þeir byggja hreiður sín á hátt uppi. They don't gather in flocks like pigeons. Þeir
sopast ekki saman í svona flokkum eins og They're not flugur. scratching dirt like chickens. Og þeir eru ekki að klóra í jörðinni eins og hænur. Eagles build their nests on cliffs. Þeir byggja hreiður sín á klettum. I like how Karen displayed it on mountain tops. Ég vil líka vel hvernig Karin málaði myndina og sett hana svona á fjallatopp. Eagles don't scavenge for food that is dead. They eat fresh food. Og erninir eru ekki að leita af dauðum mat, þeir eru ekki svona að leita rotnum mat, þeir borða bara ferskan mat. And just like the eagle, we need fresh food every day. Og alveg eins og örnin, þá þurfum við ferskan mat á hverjum degi. We need the word of God every day. Við þurfum að orðið Guðs að halda hverjum degi. And where eagles live, the air is thin because they're high up. Og það sem að erninir búa, það er loftið þunnt, þeir búa hátt uppi. The winds, they are strong. Vindurinn er sterkur. Predators cannot reach them. Rándýr geta ekki nálgast á. And noise cannot follow them. Og hávaði getur ekki fylgt þeim. And if you want to live like an eagle, you must choose the high places of God. Amen. Og ef þú vilt lifa eins og örnin, þá þarf það velja að lifa þessum heiminheiðum eins og Guð segir. High places of worship and prayer. Háir staðir eins og lofgjörð og bæn. High places of purity. Háir staðir eins og hreinleiki. High places of wisdom and purpose. Staðir með visku og tilgang. And sometimes we need to say goodbye to people. Og stundum þá þurfum við að kveðja fólk í kringum okkur. We need to say goodbye to relationships that keep us down and low. Og við þurfum að enda sambönd sem að halda okkur niðri og binda okkur niður. Proverbs 13 verse 20 says, Orðstíðin 13. walk with the wise and you will become wise. Gangtu með vitri og þú mátt verða vitur. Your altitude is shaped by your associations. Hversu hátt þú flýgur tengist mjög mikið því sem að hvernig þú ert lænaður upp við. People that you hang out with. Þeim sem þú hengur með, eða tímiðinu með. And some people cannot go where God is taking you. Og sumt fólk það getur ekki farið þangað sem að Guð er að leiða og taka þig. That's why it's time to say goodbye. Þess vegna er komin tími til þess að segja bless. Time to cut them off. Og tími til þess að skera af. And some voices cannot follow you to the presence of God. Og sumar raddir það get ekki fylgt þér inn í nærveru Guðs. Sometimes the voices of others is so loud in our ears that we cannot hear what God is saying. Stundum eru raddir í kringum okkur svo háar að við heyrum ekki hvað Guð er að segja. Elevation requires separation, like I said. Að lyfta okkur á þennan stað, svona lyfta okkur upp, það kallar á aðskilna. If you want high altitude, Ef þú vilt fara hátt upp, you need high altitude company. þá þarftu að ganga með þeim sem eru að fara á sama stað. Am I right? Yeah. Það er ekki rétt. Amen. Amen. Eagles, they know how to deal with storms. Ergnir, þeir vita hvernig það að díla við stormana. They don't run from storms, they fly towards them. Þeir fljúga ekki burti frá storminum, heldur tilvera á játtina að þeim. When dark clouds gather and winds begin to roar, Þegar að koma dökk ský og vindurinn byrjar að hafa hátt, most birds panic. þá fara flestir fuglar í svona panik. Chickens scatter, Kjúklingar, hænurnar dreifast út allt. sparrows hide, Þrestirnir fela sig, pigeons flee. dúfurnar flýja, But the eagle, en örninn, he spreads his wings hann breiðir út and vængi he sína flies directly into the storm. og flýgur beint inn í storminn. Why? Hvers vegna? Because the eagle knows something that other birds don't. Það er svolítið sem að örninn veit sem að aðri fuglar veit ekki. Storms contain winds that can lift it higher. Stormarnir innihalda vind sem geta lyft honum hátt upp. That lift it higher so that he can fly and soar on the wings. Lyft honum hærra þannig að hann geti svona sórað, hvernig það er. Svifið. Já, hann er bara svifið á vængjum sínum. Storms don't come to destroy you. Stormarnir koma ekki til þess að brjóta okkur, They come to elevate you. þeir koma til þess að lyfta okkur. Stop praying storms away.
Ekki hættum að biðja storman í burtu. I know it's so easy to rebuke a storm Það svo auðvelt að hasta á stormin when it don't suit us. þegar það hentar okkur ekki. But James 1 verse 2 and 3 says, En Jakobsbreið vers 1 trials produce endurance, strength and maturity. I'm not reading the whole passage. Þannig að stormarnir raunir hjálpa okkur með úthald, styrk og þroska. And then the second point, eagles, they use the storm wind. Og í öðru lagi þá notar örninn sterkan vindinn. They use the turbulence to lift them and to elevate them. Þeir nota ókyrruna til þess að lyfta sér upp. Inside every storm, there are powerful updrafts. Inn í hverjum stormi svona uppvindur. And these are vertical winds that rise rapidly, quickly. Þetta eru lóðréttar vindar sem að byggjast upp mjög hratt. The eagle positions itself above the storm line. Örninn staðsetur sig yfir línu stormsins. Locks its wings Læsir vænginum and let the wind carry them upward. og leyfir vindinum að bera þá upp. While other birds flap around frantically, Meðan aðrir fuglar að flappa vingjunum, the eagle just rests on the wind. þá hvílir örninn í rauninni bara á vindinum. You don't rise by striving. Við lyftumst ekki upp með því að hamast. We rise by surrendering to God's wind. Við lyftum okkur upp með því að treysta á vind Guðs. Storms give you and I access to the heights we could never reach in calm weather. Stormarnir gefa okkur aðgang af stöðum þar sem við aldrei geta náð til annarra. If it wasn't for a storm that raged in my life Ef það var ekki fyrir storm sem að koma í mínu lífi and in your life, og í þínu lífi, you would not be where you are today. þá myndir ekki vera það sem þú ert í dag. So thank God for the storm. Þakkum Guði fyrir stormana. Amen. Amen. Eagles fly above the clouds. Erðinir fljúa yfir skíin. They rise until the storm is beneath them. Þeir rísa þangað til að stormurinn undir þeim. Eagles don't stay in the storm. Þeir stoppa ekki í storminu. They use the storm to climb above it. Þeir nota storminn til að klifra og lyfta sér upp yfir hann. At a high altitude, the air is clear. Í þessum háum hæðum þá loftið hreint og tært. The sun is visible, S-U-N, sun. Sólin skín og sólin sjáanleg. And the storm is far below them. Og stormurinn langt fyrir neðan. Eagles see what other birds cannot see. Erðnir sjá það sem aðrir fuglar geta ekki séð. And today I want to tell you, God don't want you to be stuck in the storm. He wants you to rise above it. Og í dag vil ég bara minna okkur á að við erum ekki að Guð vill ekki hafa okkur föst í storminum, heldur að við sjáum yfir hann. Through the storm, God wants to take you to an altitude where you are able to see. Guð vill sjá og lyfta þér upp yfir stormin í svona hæð þar sem þú hefur yfirsýn. What you are unable to see before the storm. Það sem þú gast ekki séð áður en að stormurinn kom. My favorite verse, Isaiah 40 verse 31. Uppáhaldsversið mitt Jesaja 40:31. They shall mount up with wings like eagles. Það muni hefja sig á vængjum sér eins og erðnir. And then the fourth point, eagles keep their eyes on the sun, S-U-N, sun. Og fjórða atriðið erðnin heldur fókus á sólinni. They use the sun to their advantage. Þeir nota sólina til þess að svona sér til haga. Eagles have a special transparent eyelid Erðnir eru með svona gegnsætt augnlokk that protects their eyes from intense light. sem að verndar augu þeirra gegn mjög björtu ljósi. This means they can look directly in the sun and not be blinded. Það þýðir að þeir geta haft beint í sólina eða þess að blindast. And most birds cannot do that. Og flestir fuglar geta gert það. Predators cannot do that and enemies cannot do that. Rándýr geta það ekki. So when an enemy bird like the hawk or the condor Og þegar aðrir fuglar eins og kondorinn eða haukurinn attacks the eagle, ráðast á erðnin, it turns towards the sun. þá
Þá snýr hann sér í áttina að sólinni and he began to climb. og byrjar að lyfta sér upp. The enemy is blinded by the light and he must let go. Og óvinnarinn blindast af birtunni og verður að sleppa. Amen. So when you and I turn our eyes towards the sun, S-O-N, Svo þegar að við snúum okkur í áttina að seininum, our enemy needs to loosen its grip. þá þarf óvinnarinn að sleppa tökum af okkur. Praise disorientates darkness. Lofgjörð býr til svona hræringu sem að, what's the word? Disorients. Já, kemur með svona hrærigraut og gegnum myrkrinu. And focusing on Jesus lifts you out of reach of the enemy. Þegar við fókusum á Jesú þá lyftir það okkur úr staða sem óvinnur getur gripið í okkur. And then number 5, eagles have amazing vision. Og númer 5, ernir hafa stórkostlega sjón. Their vision is up to 4 to 8 times stronger than human vision. Sýn er 4 til 8 sinnum sterkari en rödd mannsins. Humans with perfect eyesight have 20/20 vision. Við mannfólkið með fullkomna sjón er þetta 20/20. Eagles have equivalent of 25 vision. En ernir hafa það sem er kallað 25 sýn. What does it mean? Hvað þýðir það? It means that what you and I see clearly at 5 meters, Það sem við sjáum skýrt í 5 metra fjarlægð, an eagle sees it clearly at 20 meters. Samhátt sér örninn það skýrt í 20 metra fjarlægð. Their world is sharp and bright and more detailed. Heimur þeirra er skarpari, bjartari og í meiri smáatriðum. And today God wants to sharpen your spiritual sight so that you can see truth clearly. Og í dag vil Guð skerpa andlegu sjónina þannig að sjáu sannleikann skýrt. Danger early, Hættuna snemma purpose accurately. Og tilganginn með skýrt. And our vision determines our direction. Og sýn okkar, hún sýnir okkur hvert við erum að fara. Eagles can see prey up to 3.2 kilometers away. Örninn getur séð bráð sína í alltaf 3,2 km fjarlægð. And they can just plummet through the air and grab it. Og þeir geta bara steypt sér gegnum loftið og gripið hana. They detect tiny movements and see patterns that is invisible to others. Þeir skynja svona mynstur og hreyfingu sem ósýnilegt fyrir aðra. They have a 340-degree field of vision. Þeir sjá 340 gráður í kringum sig. They can see forward, sideways, slightly behind, above and below without turning their heads. Þeir geta séð upp og niður, til hægri og vinstri, til hliðar, nokkuð niður og yfir og undir, allt án þess að snúa hausnum. And what can the eagle's sharp vision teach us? Hvað getur þessi skarpa sín allar eins kennt okkur? God wants our vision to be clear and not confused. Guð vill að sín okkar sé skýr og ekki óskýr. He wants us to be focused and not distracted. Hann vill að séum í fókus og ekki leitt afvega. He wants us to be deep, our vision to be deep and not shallow. Hann vill að sín okkar sé djúp en ekki grunn. Steady and not shaken. Stöðug en ekki hrist. Far-reaching and not short-sighted. Að sjá langt fram í tímann en ekki bara stutt. Proverbs 29 verse 18 says, Orðspjörin 29:18. where there is no vision, the people perish. Það sem skortir sín, það ferst fólk. You cannot rise if you cannot see where you're going. Þú getur ekki risið upp ef þú sérð ekki hvert þú ert að fara. And then number 6, Og númer 6. eagles don't waste energy in the storm. Örninn eyðir ekki orku sína í stormin. Eagles ride the storm, they don't fight the storm. Þeir berjast ekki við stormin, heldur svona sitja á honum. Eagles don't flap harder in storms, they don't panic. Þeir blaka ekki vængum sínum hraðar í stormi eða fara í svona angist eða öngþeti. They don't exhaust themselves. Þeir þreyta sig ekki á því að hamast. They stretch out their wings and let the storm do the work.
Þeir breiða út vængi sína og leyfa storminum að lyfta sér upp. You and I don't overcome storms by trying harder. Þú og ég komast ekki í gegnum stormana með því að reyna meira. We overcome by trusting deeper. Við vinnum sigur á því að treysta dýpra á Guð. Our faith is not frantic, Trú okkar ekki í örvæntingu fussing around. eða svona kvartandi og kveinandi. Our faith is restful. Our faith is steady. Trú okkar í trausti og öryggi. And then point number 7, Og númer 7. eagles benefit from storms. Erðinni græða á storminum. Storms build their strength. Stormurinn byggir styrkja þeim. Storms strengthen the eagle's wings and muscles. Stormurinn styrkir vængi og vöðva. Their endurance, their confidence, and their skill. Úthald, öryggi og hæfileika. And every storm prepares the eagle for the next one. Og hver einasti stormur býr örnin undir næsta storm. Every storm that we survive becomes our testimony. Hver einasti stormur sem við komist í gegnum og sigurum á verður á vitnisburður. Every battle you win becomes a weapon. Hver barátta sem við vinnum verður á vopni. Every trial you endure becomes training for your next level. Allar þær áskoranir sem við göngum í gegnum verða sigur í næstu kringumstæður. So what does eagles teach us about facing storms? Þannig hvað kennir örnin okkur að mæta storminum? Don't run from it. Ekki hlaupa burtu frá hann. Face it. Snúðu þér upp í vindinn. Don't fear turbulence. Ekki óttast ókyrrðina. Use it. Nota það. Don't stay beneath the clouds but rise above it. Ekki vera undir storminu, heldur rísta upp yfir. Don't focus on the enemy. Ekki setja fókusin á óvinni. Look at the Son, S-O-N. Heldur horfum á soninn, Jesús. Don't exhaust yourself. Rest in God's wind. Ekki þreyta þig, heldur hvíldu í vindi Guðs. Don't resent storms. Ekki óttast storman. Grow with them. Heldur lögum að hjálpa þér að vaksa. Storms don't define eagles. Stormanir skilgreina ekki örnin. Storms reveal eagles. Heldur opinbera stormanir örnin. And storms don't break believers. And storms don't Break believers. stormanir brjóta ekki inn að trúið. Storms build believers. Amen. Amen. And eagles have a unique way of dealing with enemies. Og erðnir hafa einstaka vegu að eiga við óvinni sína. One of the biggest enemies of the eagle is a bird called the condor. Einn af stærstu óvinnur martanurs fugl sem kallað kondor. It's a massive bird. It's one of the heaviest birds on the earth. Það mjög stór fugl, það einn af stærstu fuglum jarðar, mjög þungur. And for the condor to take the eagle down, Og fyrir kondorinn að taka örnin niður, it has to wrap its claws around the eagle and try to take it down to the floor, to the ground. það sem það þarf að gera að verja taka klærnar utan örnin og reyna að toga það niður. The condor knows that that is the only way to get to win the fight. Og kondorinn veit að það eina leið til þess að vinna bardagann. He knows that he cannot win it in the air. Hann veit að hann getur ekki unnið bardagann í lofti. The eagle is too strong, Örnin of sterkur. it's too fast, and it's too agile. Og fljótur og brotættur. So the condor tries to force the eagle to the ground with his weight. Þannig að kondorinn reynir að toga örnin niður með þyngd sinni. And in the same way, the enemy knows that the only way to get to you is to get you down. Þannig að eina leiðin sem að óvinnurinn veit þess að ná þér líka að toga þig niður. To keep you down. Og halda þig niðri. The eagle does not fight back. Örnin berst ekki tilbaka. And this is the part that shocks most people. Þetta það sem að margir eru hissa. The eagle does not fight the condor. Örnin berst ekki við kondorinn.
The eagle doesn't claw back. Hann klárar ekki tilbaka He doesn't flap wildly. og flappar ekki He vængjum doesn't panic. og fer ekki í óðagott. Instead, the eagle does something that the condor cannot handle. Þetta gerir hann eitt sem að kondorinn ræður ekki við. He turns his face towards the sun, S-U-N, Hann snýra andlitinu sinni áttina af sólinni and it begins to climb. og byrjar að klifra upp. And our victory today is not in fighting harder, Og sigurinn okkar í dag snýst ekki að berjast harðar, it's flying higher. heldur að fljúga hærra. The eagle knows how to turn his flight into a fight. Örninn veit hvernig hann getur snúið flugið sínu í baráttu. He turns his eyes toward the sun and begins to soar towards it. Hann snýr stefnu sinni átt að sólinni og byrjar að lyfta sér upp. He knows that the condor cannot look into the sun. Hann veit að kondorinn getur ekki horft í áttina að sólinni. And today I want to encourage you, don't fight your battles below. Ég vil hvetja þig í dag ekki berjast baráttuðina á jörðinni, In the territory of the enemy, á svæði óvinnarins. but take it to the heavenly places, Þetta tökum þau upp í hæstu hæðir, the high places, hæstu hæðir, the secret places. leynistæðina með Guði. Your position of victory, Staðið þinn í sigri, you have already been placed in that position. og hefur nú þegar verið settur í himinhæðir. Ephesians 2 verse 6 says, Efesbreið 2:6 segir, and God raised us up with Christ and seated him in heavenly realms in Christ Jesus. en Guð reist okkur upp með Kristi og sett okkur með honum í sama sæti á Kristi Jesús. And then the eagle know how to renew themselves. Og örninn veit líka hvernig hann á að endurnýja sig. Eagles can live up to 70 years, Örninn getur lifað alltaf 70 ár, but at the age of 40, it's going to make a very hard decision. en þegar örninn er 40 ára þá þarf hann að taka mjög erfið ákvörðun. It's hard, its talons, the feet, Klærnar hans becomes hard and calcified, verða mjög harðar og stirðar and he cannot grab prey any longer. og hann getur ekki gripið bráð lengur And its sharp beak og skarpur goggur becomes bent and calcified. verður boginn And calcified. og kalkaður. Yeah. And that places him in a very big danger of starving to death. Og það setur það í mikla hættu að svelta His feathers become thick and heavy, og fjæðurnar verða þungar og and they stick þungar to og his þykkar. and they stick to his chest, making it extremely difficult to fly. Og þeir festast við brjóstvörðunum sem gera hann erfitt fyrir að fljúa. And the eagle is left with two options: Þannig að örninn er skilinn eftir með þessa tvo möguleika, die að deyja or go through a painful process of change. eða gangi í gegnum svona sársaukafulla umbreytingu. This process requires the eagle to fly to his nest that is high up. Þetta tekur örninn að hann þarf að fljúga upp í hreiðrið sitt sem er hátt uppi Remember that his feathers is old and heavy, og fjæðurnar eru gamlar og þungar and it's difficult to fly. og erfitt að fljúga. So he struggles, he hops from one rock to the other Og hann kannski hoppar frá einum steini til annars til að komast upp. until he reaches that special rock. Þar til hans kemst á þennan sérstaka stað. And there he begins the painful process. Og þarna byrjar hann þetta erfiða ferli. He knocks his beak Hann slær goggnum sínum við. against the rock time and time and time again until it falls off. Hann slær goggnum við steinin og við þangað til aftur þangað til að goggurinn dettur af. And that's a bloody, painful process. Og þetta er blóðugt og sársaukafullt ferli. And there the eagle waits for it to grow back. Og svo bíður örninn eftir að goggurinn vaxi aftur. And when the new beak grows, Og þegar nýji goggurinn er kominn, he plucks out his talons þá plokkar hann stjálfsfjæðurnar í burtu. and when the new talons grows, Og þegar nýju stjálfsfjæðurnar vaxa aftur, he starts
pulling out his old feathers. Þá byrjar hann að taka í burtu gömlu fjæðurnar. Painful, Sársaukafullt, but necessary. en nauðsynlegt. And he remains on that rock until the oil glands begins to work again. Og hann á þessum sama stað, þessum sama kletti þangað til allt byrjar að virka aftur. It's a long, painful, methodical process. Þetta langt og strangt og erfitt ferli. But if he wants to be renewed En ef hann vill vera endurnýjaður and survive for the next 30 years, og lifa af næstu 30 ár, he has to go through it. þá verður hann að fara í gegnum þetta ferli. And there he remains on his rock, Og þar situr hann á klettinum sínum, weaponless and vulnerable, vopnalaus og óvalinn, until the oil glands begin to work again. þannig til allt byrjar að virka aftur. And the oil waterproofs the feathers Og oljan gerir fjæðrirnar vatnsætar, so that the eagle can fly again. svo örninn getur fljúið aftur. Without the oil, the eagle cannot survive the storms. Án oljuna þá getur örninn ekki lifað af storminn. And the spiritual truth in all of this is that the oil represents the anointing of God. Og túlkunin á þessu að oljan tálkar oljan sem stendur fyrir heilagan anda. Our renewal is not complete until the anointing flows again in our lives. Endurnýjun okkar ekki fullkomin fyrir að heilagan andi fyrir að flæða aftur. Our renewal is not complete until joy returns. Endurnýjun okkar ekki fullkomin fyrir gleðin kemur tilbaka. Until passion is restored. Til ástríðan komin. Until the fire comes back. Til eldurinn kemur aftur. And Psalm 103 verse 4 to 5 says, Og Sálmur 103 vers 4 og 5 segir, He redeems me from death hann frelsar mig frá dauða and crowns me with love and tender mercies. og krýnir mig með náð og miskunn. He fills my life with good Hann things. fyllir líf mitt með góðum hlutum. My youth is renewed like that of the eagle. Æska mín endurnýjuð eins og æska arnarins. Renewal requires waiting. Endurnýjun krefst þess að við bíðum. Ephesians 4:22 verse 24 says, Efesbréf 4:24 segir, Put off the old self takið af ykkur gömlu myndina and put on the new self. og líklæðist með nýja. Elevation, going higher, requires renewal. Það að fara hærra, það kostar þessa endurnýjun. It's removing what's keeping you down. Að taka í burtu og fjarlægja það sem heldur okkur niðri. And if I can bring it all together today, Ég myndi taka þetta allt saman í dag. today is about raising your altitude, going higher, Þannig að dagur í dag snýst það að rísa upp og fara hærra. committing to elevation, Að vera skuldbundin því að hækka. fixing our attitudes, Að laga hugarfar okkar. letting God refine us like gold, Leyfa Guð að hreinsa okkur eins og gullið. and then soaring like an eagle. Og við sífum eins og hernin. Today we commit to stop living a low life. Í dag þá erum við skuldbundin okkur því að lifa ekki þessu lága lífi. We commit to stop settling for ground level thinking. Við ætlum ekki að hugsa á jarðbundin hátt. We stop letting storms scare us Við ætlum að hætta að láta storminn hræða okkur. when they are designed to lift us up. Þegar þeir eru hannaðir til þess að lyfta okkur upp. Amen. Good work, Anna. Thank you. Thank you, Lord. Now we can soar all the way out of here. Amen. Such a beautiful, to look at the eagle. There's so much symbolism in the eagle of just our life with the Lord. Is there anybody that needs translation? No, I think everybody understands English. That's good.
I'd really like us to pray a little bit into this word. Because, this is important for all of us. I mean, all of us face storms and challenges, and it's so important that we learn to soar above and over, and that we walk in the victory. Amen. In our workplaces, just in our lives. And just like Anne said, the enemy is constantly trying to pull us down, draining us, pulling on us, weighing us. And just like I talked about that one nail being hanged in a building, he comes with one nail and puts in our lives, and then a hook comes on and it gets heavier and heavier and heavier. We don't feel it at first, and after a month, after 2 months, things start to. We don't want that. We want to be able to soar. Because we need all of us to be active ambassadors in this nation for the kingdom of the Lord. Amen. Amen. So Lord, we thank you for this word and receive it into our hearts today. And Lord, we ask you, just even right now, to come into all of our lives and break us free, just like those eagles when they are being renewed. Lord, and those attacks that come to pull us and weigh us down and just keep us not soaring. Lord, we ask you to break it down. Lord, we ask you to give us joy. Fill us with joy. Fill us with the power of the Holy Spirit to overcome any battle. And Lord, give us that sight of the eagle that sees through, around, over. That sees from the heavenly places, Lord. In Jesus' name. Lord, we pray that you give us supernatural vision, each and every one of us. So that we see differently than the people around us. Because the people that are around us, they need a fresh vision, they need a fresh perspective, they need hope. And Lord, we pray that the people in this ministry may be strong carriers of your hope. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Talk a little bit about sowing today. Just very short. We all know that if we are going to plant something in our yard, that we don't go out there and just go to the grocery store, buy some seed, and go into our yard and just throw things in the yard. We would actually, work our yard, work our dirt, make it ready to receive what we are going to plant there. Part of it is watering and attending and harvesting process. It includes speaking words over our seed. We don't want to be casual sowers in this house. We want to be experts in farming and blessing. We can start today. I'm going to share with you 7 scripture-backed confessions to speak over our seeds. Number 1, we can say this. Father, today I am sowing a seed towards a goal, a vision, or a dream, and therefore you can name your seed, or your new job, your new provision, or whatever God is putting on your heart. And then you sow it into the kingdom that is a good soil. This is something that you can do. Another thing. I sow my seed in faith, knowing that the law of seed time of harvest is always at work. I expect to see the harvest for everything that I sow in the name of Jesus. Amen. Amen. Number 3, I speak to every seed I am sowing right now in the name of Jesus, and I command you to grow. Be fruitful and multiply and become great and abundant in harvest in my life. In Jesus' name. We need to talk to our seeds. They are important. Yes. So we can say to the seeds, I'm talking to you right now. I speak faith and life over you, and I declare increase, promotion, and overflowing abundance to come from you into my life in Jesus' name. And we can continue praying.
Seed, I haven't forgotten about you. I bless you in the name of the Lord, and I command you to yield to me according to God's word, God's measure, pressed down, shaken together, and running over. In Jesus' name. You know, I want it to be our heart when we are sowing seed in the kingdom, that it has purpose. You know, we can give and we can throw money here and there to do this and that, but you know, let's put some prayers at work behind our seeds. We want this house to grow. We want this to be a house of purpose. Amen? Amen. So do we have anybody with a card machine or something today? Or? I was looking for the card machine. It's not there. Oh. One more reason why we need more helpers. But yes, just thank you for coming today, and we bless you and can fellowship together and afterwards. God bless you. Amen. Amen.